Tóti, ekki allir dómarar klárir? Dómarar, eru þið ekki í toppstandi? Glæsilegt, það er 1 mínúta, ég kalli fyrsta knappa í braut. Og þá ætla ég að bjóða fyrsta knappa að ríða í braut, það er hún Sólbjört Elvíra Sigurðardóttir. Sólbjörg sýnir okkur hann Nista frá Grindavík, hann er 16 vetra rauðblesóttur. Fadir er Auður frá Lundum 2 og móðir er Ör frá Síðu. Hún Sólbjört Elvíra keppir fyrir hönd Fáks. Og vertu velkomin, þú máttur ríða í braut og í uppbytunarhring á Aron Einar að koma. Já, glæsilegt, hér klárar hún Sólbjört Elvíra og Neisti frá Grindavík. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Og ég ætla að bjóða næsta knappa að ríða í braut. Það er Aron Einar Ólafsson. Aron sýnir okkur hann Alfreð frá Skör, hann er 14 vetra grár. Fadir er Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum og móðir er Ariel frá Höskuldastöðum. Aron Einar keppi fyrir hönd Geysis. Og gjörðu svo vel, Aron, þú mátt ríða í braut. Vantar ennþá tölur frá 5. dómara.
Bíða ennþá eftir einkunnum frá 5. dómara, en Aron að koma hér í braut. Einkunnir eru komnar, þær eru 8,21 fyrir hana Sólbjörtu. Hér kemur Aron, vertu velkominn og gjörðu svo vel. Hér klárar Aron Einar Ólafsson og Alfreð frá Skör. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og ég ætla að biðja þig, Aron, að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. En þá má næsti knapi ríða í braut. Það hún Viktoría Huld Hannesdóttir. Gjörðu svo vel, Viktoría. En einkunnir fyrir Aron Einar eru 8,25, 8,28, 8,28, 8,33 og 8,47. Þetta gerir meðalengun 8,32. En næsti knapi eins og áður sagði, hún Viktoría Huld Hannesdóttir, sýnir okkur Steinar frá Stígshúsi. Hann 11 vetra rauð blesóttur, faðir Hrannar frá Flugumýri 2 og móðir Álöf frá Ketilsstöðum. Viktoría Huld keppi fyrir hönd Geysis og hér hún að koma í braut. Hér kemur Viktoría, vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Já, hér klára Viktoría Huld Hannesdóttir og Hans Steinar frá Stígshúsum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má 5. knappi ríða í braut, það hún Sigríður Elva Elvarsdóttir og Helgi Björn að fara í uppbytunarhring. En einkunnir fyrir Viktoríu og Steinar eru 8,63, 8,45, 8,58, 8,70 og 8,72 og það gerir í meðalengun 8,62 og það efsta sætið eins og En næsti knappi Sigríður Elva Elvarsdóttir, sýnir okkur muna frá Sigri Skörðugili, hann 12 vetra brúnn, það konsert frá Korpu og móðurinn Mön frá Lækjarmóti. Sigríður Elva keppi fyrir hönd Skagfirðings og hér hún að koma í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, glæsilegt, þetta var hún Sigríður Elva Elvarsdóttir og muni frá Syðra Skörðugili. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og þá má Helgi Björn ríða í braut og Sunna María að fara í uppbytunarhring. Og einkunnir fyrir Sigríði ef að fyrsti dómari myndi staðfesta fyrir mig takk eru 8,45, 8,40, 8,48, 8,43 og 8,53. Það gerir 8,46. Við erum að sjá hann Helga Björn Guðjónsson, hann ætlar að sýna okkur silfri frá Syðri Hömrum 3, hún 7 vetra grá, faðir Jökull frá Rauðalæk og móðir Irpa frá Súlukoti. Hann Helgi Björn keppi fyrir hönd Geysis og mættur hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Já, hér klárar hann Helgi Björn og silfra frá Syðri Hömrum, við þökkum ykkur fyrir. Og þá má Sunna María Játvarsdóttir ríða í braut og Eva Dögg fer í uppbytunarhring. Og einkunnir fyrir Helga eru 8,1, 8,32, 8,15, 8,23 og 8,08 og það gerir 8,18. En hér að koma Sunna María Játvarsdóttir, sýnir okkur Vafa frá Hólaborg 10 vetra brúnan, faðir Pistill frá Litlu Brekku og móðir Gefjun frá Litlu Sandvík. Sunna María keppi fyrir hönd Harðar og hér hún komin í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, hér klárar hún Sunna María Játvarsdóttir og Vafi frá Hólaborg. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og ég ætla að biðja þig, Sunna María, að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. En þá má hún Eva Dögg Magard Ólafsdóttir ríða í braut og inn í uppbytunarhring á Svandís Svafa að koma. Einkunnir fyrir Sunnu og Vafa eru 8,17, 8,27, 8,28, 8,15 og 8,28. Það gerir 8,23 í meðalengun. Og næsti knapi Eva Dögg Magard Ólafsdóttir. Hún ætlar að sýna okkur hann Kiljan frá Miðkoti. Hann 7 vetra bleikalóttur.
Faðir Haukur frá Skeiðvöllum og móðir Arja frá Miðkoti. Hún Eva Dögg keppir fyrir hönd Geysis og mætt hér í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, hér klárar hún Eva Dögg Magard Ólafsdóttir og Kiljan frá Miðkoti. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Og þá má næsti knapi ríða í braut. Það hún Svandís Svava Halldórsdóttir. Svandís, gjörðu svo vel. Og í uppbytunarhring á Kristín Rut að koma. Einkunnir fyrir Evu og Kiljan eru 8,20, 8,13, 8,12, 8,25 og 8,23 og það gerir í meðalengun 8,19. Ég ætla að kynna næsta knapa, það Svandís Svava Halldórsdóttir. Hún ætlar að sýna okkur hana Nínu frá Áslandi. Hún 14 vetra brún, faðir Sveipur frá Miðhópi og móðir Apríl frá Ytri Skjaldarvík. Hún Svandís keppir fyrir hönd Borgfirðings og mætt hér í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Já, hér klárar hún Svandís Svava Halldórsdóttir og Nína frá Áslandi. Þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Kristín Rut Jónsdóttir ríða í braut og Hrafnar Freyr að fara í uppbytunarhring. Og fjórði dómari þarf að staðfesta, hér það komið og við erum með einkunnir 8,43, 8,45, 8,45, 8,48 og 8,53 og það gerir í meðalengun 8,47. En hér Kristín Rut Jónsdóttir mætt, sýnir okkur Már frá Votumýri 2, hann 11 vetra ljósrauð glófextur, faðir Kiljan frá Steinnesi og móðir Önn frá Ketilsstöðum. Kristín Rut keppi fyrir hönd sprett, svo mætt hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér klárar hún Kristín Rut Jónsdóttir og Már frá Votumýri 2. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Hrafnar Freyr Leósson ríða í braut og Helgi Hrafn að fara í uppbytunarhring. Minna dómara á að staðfesta, takk. Einkunnir eru 8,30, 8,22, 8,43, 8,27 og 8,22. Það gerir 8,29 í meðalengun. Hér að koma næsti knapi, hann Hrafnar Freyr Leósson. Hrafnar sýnir okkur Heiðar frá Álfhólum, hann 9 vetra dökkur rauður. Faðir Eyvar frá Álfhólum og móðir Iðunn frá Dalsmynni. Hann Hrafnar Freyr keppir fyrir hönd Fáks og mættur hér í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Hér klárar Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og ég ætla að biðja þig Hrafnar að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. Þá næsti knapi, hann Helgi Hrafn Sigvaldason. Gjörðu svo vel Helgi, þú mátt ríða í braut og í uppbytunarhring á hún Bríana Heven Brynjarsdóttir að koma. Einkunnir fyrir Hrafnar Frey og Heiðar eru 8,50, 8,35, 8,43, 8,45 og 8,45. Það gerir 8,44 í meðalengun. Og það fjórða sætið eins og en hér næsti knapi, hann Helgi Hrafn Sigvaldason, sýnir okkur hana Elsu frá Skógskoti. Hún 11 vetra rauð stjörnótt, faðir Straumur frá Feti og móðir Hula frá Hamra Endum. Hann Helgi Hrafn keppir fyrir hönd Geysis og hér hann kominn í braut, vertu velkominn og gjörðu svo vel. Já, þetta var hann Helgi Hrafn Sigvaldason og hún Elsa frá Skógskoti. Þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má næsti knapi ríða í braut. Það hún Bríana Heven Brynjarsdóttir og Gabriela Máney að fara í uppbytunarhring. Og það einkunnir 8,40, 8,60, 8,35, 8,50 og 8,45 sem gera 8,46 og það þriðja sætið eins og En næsti knapi hún Bríana Heven Brynjarsdóttir, sýnir okkur Magna frá Kaldbak, 15 vetra rauðan, faðir Mítas frá Kaldbak og móðir Himnasending frá Kaldbak. Bríana keppir fyrir hönd Harðar og komin hér í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Hér klárar Bríanna Heven Brynjarsdóttir og Magni frá Kaldbak. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Gabriela Máney ríða í braut og í uppbytunarhring á hún Caritas að koma. Og einkunnir eru 8,43, 8,55, 8,38, 8,52 og 8,43 og það gerir í meðalengun 8,46 og það er þriðja sætið eins og er. Hér er að koma knapi, þetta er hún Gabriela Máney Gunnarsdóttir, sýnir okkur hann Bjart frá Hlemmiskeiði 3, hann er 11 vetra móalóttur, faðir er Hrannar frá Flugumýri 2 og móðir er Dagbjört frá Hlemmiskeiði 3. Hún Gabriela keppi fyrir hönd Sleipnis og hún er mætt hér í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér klárar Gabriela Máney Gunnarsdóttir og Bjartur frá Hlemmiskeiði, þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Caritas Ylva ríða í braut og Alexander Þór fer í uppbytunarhring. Og við bíðum eftir einkunnum hér ennþá. Það eru 8,43, 8,42, 8,37, 8,47 og 8,42. Það gerir 8,42 sem er 7. sætið eins og er. En hér kemur næsti knapi, þetta er hún Caritas Ylva Davíðsdóttir, sýnir okkur sigur frá Sælukoti 8 vetra rauð stjörnóttan, faðir er Hrókur frá Hjarðartúni og móðir er Lifting frá Sælukoti. Hún Caritas Ylva keppi fyrir hönd Háfeta og er komin hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Já, hérna kláraði hún Karítas Ylva Davíðsdóttir og sigur frá Sælukoti. Þökkum ykkur kærlega fyrir. Og þá komið að næsta knapa. Það hann Alexander Þór Hjaltason og Magdalena að fara í uppbytunarhring. Einkunnir eru 8,30, 8,20, 8,15, 8,30 og 8,30. Það gerir 8,25 í meðalengun. En næsti knapi Alexander Þór Hjaltason. Alexander sýnir okkur hana óperu frá Hestasín. Hún 7 vetra brún skjótt. Faðir Herkules frá Ragnheiðarstöðum og móðir Harpa frá Borgarnesi. Alexander keppi fyrir hönd Fáks og mættur hér í braut. Vertu velkominn og gjörðu svo vel. Hér klárar hann Alexander Þór Hjaltason, þökkum ykkur fyrir, og hún ópera frá Hestasín, og ég ætla að biðja þig, Alexander, að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. En þá má Magdalena Ísold Andradóttir ríða í braut og Hjördís Antonía að fara í uppbytunarhring. Og mér vantar staðfestingu frá dómurum, en einkunnir eru
8,12, 8,20, 8,0, 8,30 og 8,27 og það gerir 8,18. Næsti knapi Magdalena Ísold Andradóttir, sýnir okkur hana Herdísi frá Hafnarfirði 15 vetra bleika. Faðir Leiknir frá Lindarbæ og móðir Bjarndís frá Hafnarfirði. Hún Magdalena keppi fyrir hönd Sörla og komin hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér klárar hún Magdalena Ísold og Herdís frá Hafnarfirði. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Hjördís Antonía ríða í braut og Ragnar Dagur að vera tilbúin. Einkunnir fyrir Magdalenu og Herdís eru 8,25, 8,18, 8,22, 8,33 og 8,20. Það gerir 8,24. Næsti knappinn okkar hún Hjördís Antonía Andradóttir. Hún keppir á honum Adam frá Steinsholti. Hann 7 vetra rauðstjörnóttur. Faðir Arður frá Brautarholti og móðir Maísól frá Víðistöðum. Hún Hjördís keppir fyrir hönd Sörla og hún mætt hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Hér klárar hún Hjördís, Antonía og Adam, við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Ragnar Dagur ríða í braut og Valdís Mist fer í uppbytunarhring. Einkunnir eru 8,17, 8,0, 7,98, 8,22 og 8,10. Þetta gerir 8,09 í meðalengun. Þá það næsti, hann Ragnar Dagur Jóhannsson. Ragnar sýnir okkur hann riddara frá Brúnastöðum 2. Hann 6 vetra rauð blesóttur. Faðir Adrian frá Garðshorni á Þelamörk og móðir Freydís frá Brúnastöðum 2. Ragnar keppir fyrir hönd Sprett, svo mættur hér í braut. Vertu velkominn og gjörðu svo vel. Hér klárar Ragnar Dagur Jóhannsson og riddari frá Brúnastöðum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Valdís Mist ríða í braut og Guðrún Lára, hún ætlar að fara í uppbytunarhring. Við erum að hinkra eftir einkunnum fyrir Ragnar. Næsti knapi hún Valdís Mist Eyjólfsdóttir. Valdís ætlar að sýna okkur hana notu frá Þingnesi, hún 8 vetra jörp. Faðir Arjón frá Eystra Fróðholti og móðir Spá frá Þingnesi. Hún Valdís Mist keppi fyrir hönd Fáks og hún komin hér í braut. Einkunnir fyrir Ragnar og riddara eru 8,23, 8,18, 8,32, 8,23 og 8,12 og það gerir 8,22.
Hér klárar hún Valdís Mist Eyjólfsdóttir og hún Nota frá Þingnesi og ég ætla að biðja þig, Valdís, að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. En þá má Guðrún Lára Davíðsdóttir ríða í braut og Aron Einar að koma í upphitunar-hring. Og hér eru komnar einkunnir fyrir Valdísi og Notu, þær eru 8,30, 8,37, 8,55, 8,38 og 8,33, það gerir 8,39 í meðalengun og það er 8. sætið eins og er. Hér er að koma næsti knapi, það er hún Guðrún Lára Davíðsdóttir, hún sýnir okkur streng frá Brú, hann er 13 vetra grár, faðir er Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 og móðir er Fiðla frá Kjarnholtum 1. Guðrún Lára keppi fyrir hönd Fáks og er mætt hér í braut, vertu velkomin Guðrún Lára og svo tökum við 10 mínútna hlé eftir hest númer 25. Hér klárar hún Guðrún Lára Davíðsdóttir og strengur frá Brú. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Aron Einar Ólafsson ríða í braut og Jón Guðmundsson að fara í upphitunar-hring. En eins og áður sagði að þá erum við að tökum við augnabliks kaffipásu eftir hest númer 25 og það er hún Lilja Berg þegar hún hefur lokið sinni sýningu. En við þurfum aðeins að laga hér smá í tölvunni áður en við getum lesið upp einkunnir.
Hér að koma Aron Einar Ólafsson, hann sýnir okkur kragan frá Firði, hann 7 vetra rauður, faðir Skaginn frá Skipaskaga og móðir Kristín frá Firði. Aron keppir fyrir hönd Geysis og komin hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hérna kláraði hann Aron Einar og kraginn. Og næsti knapp hann Jón Guðmundsson og Úlfar Logi að fara í uppbytunarhring. Einkunni fyrir Guðrúnu Láru og streng voru 8,47, 8,35, 8,20, 8,57 og 8,45 og gult spjald, en það gerir í meðalengun 8,41 og það 9. sætið eins og er. Já, einkunnir fyrir Aron Einar og kragan eru 8,50, 8,42, 8,47, 8,50 og 8,50. Það gerir 8,48 og það annað sætið eins og er. En hér hann mættur, hann Jón Guðmundsson. Jón ætlar að sýna okkur þránd frá Þjóðólfssaga 1, 14 vetra gráan, faðir Kjarni frá Þjóðólfssaga 1 og móðir Gæfa frá Kjarri. Hann Jón keppi fyrir hönd Geysis og að sjálfsögðu komin hér inn á völlin. Vertu velkomin Jón og gjörðu svo vel.
Já, hér klára þeir Jón Guðmundsson og Þrándur frá Þjóðþórssaga 1. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Og þá má Úlfar Logi ríða í braut og Lilja Berg að fara í uppbytunarhring. En ég las hérna upp áðan að Guðrún Lára hefði fengið gult spjald hjá 5. dómara, en það var að sjálfsögðu ekki rétt. Hann hefur bara óvart rekið sig í gula spjaldsnappinn og við erum að sjálfsögðu búin að taka það út, þannig að hún fekk ekki gult spjald. Og tölurnar eru að koma, en ég ætla að kynna þá bara næsta knapa á meðan við bíðum eftir einhvernum. 8,35, 8,20, 8,57, 8,42 og 8,30, það gerir 8,30 í meðalengun. Það er 8,37 í meðalengun. En næsti knapi er hann Úlfar Logi Gunnarsson, sýnir okkur Dís frá Sveinsstöðum, 8 vetra rauð blesótta. Það er Sólon frá Skáney og móðir Gleði frá Sveinsstöðum. Hann Úlfar Logi keppi fyrir hönd Sörla og er mættur hér í braut, vertu velkominn og gjörðu svo vel. Hér klárar hann Úlfar Logi Gunnarsson og Dís frá Sveinsstöðum, þökkum ykkur kærlega fyrir. Og við eigum eftir að fá hér að hitta tóknapa í viðbót. Fyrst er það hún Lilja Berg, gjörðu svo vel Lilja, þú mátt ríða í braut, og Sólbjört að fara í uppbytunarhring, og þegar Sólbjört hefur lokið sinni sýningu að þá tökum við kaffihlé til klukkan 10:30, en við erum bara á réttum tíma. Einkunnir fyrir Úlfar og Dís eru 8,05, 7,88, 8,22,
8,25 og 8,07, það gerir 8,09. En hér að koma Lilja Berg Sigurðardóttir, sýnir okkur hann Viljar frá hestheimum 22 vetra rauðstjörnóttan, faðir Tívar frá Kjartanstöðum og móðir Vör frá Varmalæk. Lilja Björg keppi fyrir hönd Spretts og hér hún komin í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Og þá vantar okkur í uppbytunarhring hana Sólbjörtu. Já, hér kláraði hún Lilja Berg Sigurðardóttir og Viljar frá hestheimum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og býðum hér eftir einkunnum. Þær eru 7,83, 7,82, 7,92, 7,88 og 7,75, það gerir 7,84. Sæmi, heyrur í mér? Er Sólbjört ekki komin í uppbytunarhring? Ok, þannig að hún reiknar örugglega með hún eigi að vera fyrsti hestur eftir kaffihlé. Þá ætlum ég bara að bjóða ykkur dómarar að koma í smá kaffi og við byrjum aftur, hefjum dagskrá hér aftur klukkan 10:30 eins og auglýst dagskrá sýnir. Og þá er fyrsti knapi í braut hún Sólbjört Elvíra.
Já, eins og áður sagði þá tökum við núna 20 mínútna kaffihlé, hefjum aftur dagskrá klukkan 10:30 eða 10:30 og þá er fyrsti hestur eftir kaffihlé, það er hún Sólbjört Elvíra og svo Nadia Líf.
Nú þá eru dómarar að koma sér fyrir, það eru 4 mínútur í að við höldum áfram dagskrá hér. Við erum í barnaflokki gæðinga sem í boði Bláa Lónsins og hér bara allt á tíma áætlun. Við eigum eftir að sjá hér kringum 20 hross í viðbót, þannig að hér bara veisla framundan. Nú, útvarpstíðnin okkar 106,1 og þetta sýnt frá Alendis einnig, þetta Íslandsmeistaramót barna og unglinga hér sem haldið í Sörla. Og eru ekki dómarar allir tilbúnir? Allt klárt það ekki? Jöp, þá komið að því að kalla næsta knappa í braut. Það hún Sólbjört Elvíra Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel Sólbjört, þú mátt ríða í braut. Og í uppbytunarhring á Nadia Líf að koma. En hún Sólbjört ætlar að sýna okkur Eldþór frá Hveravík. Hann 15 vetra rauð stjörnóttur. Faðir Dögur frá Þúfu í Landeyjum og móðir Lísa frá Helguhvammi. Hér kemur Sólbjört, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, það var nú gott að þú náðir að stjórna samt þessu vel. Þetta var flott hjá þig Sólbjört, en því miður þá þarf hún að hætta keppni af því að hann fór inn í litla hringinn. En við skulum sjá. Þú nú meiri hetjan, vel gert samt og takk fyrir að koma. Já, heyrðu, við þurfum aðeins að skoða þetta, Katla, það ekki? Já, hér hefur Sólbjört. Þú hingrar bara aðeins þarna, þú veist,
farðu bara út af, en það hefur einhver opnað völlin án þess að loka honum aftur. Þannig að Tóti, eru við ekki sammála að hún fá að koma aftur? Við ætlum aðeins að taka hérna smá fund. Ok, hann sem sagt, völlurinn var í lagi, bandið var fyrir, en þegar að Eldþór ákvað að stökkva inn í og það fór bandið. Þannig að, elsku Sólbjört mín, þú ert búin í dag, takk fyrir að koma. Og þá ætla ég bara að bjóða næsta knapa að ríða í braut. Það hún Nadia Líf Kasperuk, hún ætlar að koma þarna. Sýnir okkur að Mozart frá Lýtingstöðum 19 vetra brúnfaðri, Kjarni frá Árgerði og móðir Gjóska frá Lýtingstöðum. Hún Nadia keppi fyrir hönd Harðar og hér hún komin í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Jæja, hér klárar hún Nadia Líf Kasperuk og Mozart frá Lýtingstöðum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir.
Þá næsti knapi hún Aríana Nave Brynjarsdóttir og í uppbytunarhring á Aldís Emilía að koma. Einkunnir fyrir Nadíu og Mozart eru 8,03, 8,17, 8,12, 8,15 og 7,95. Það gerir 8,08. Næsti knapi hún Aríana Nave Brynjarsdóttir, sýnir okkur kraft frá Laufbrekku 14 vetra Jarpan, faðir Gaumur frá Auðsholtshjáleigu og móðir Sprengja frá Kálfholti. Aríana keppir fyrir hönd Harðar og komin hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, glæsilegt, þetta var hún Aríana Nave Brynjarsdóttir og kraftur frá Laufbrekku. Þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Aldís Emilía ríða í braut og Svala Björk að fara í uppbytunarhring. Einkunnir eru 7,90, 8,13, 8,10, 8,20 og 7,95, það gerir 8,06. En Aldís Emilía Magnúsdóttir næsti knapi, hún ætlar að sýna okkur Elju frá Birkihlíð. Hún 10 vetra grá, faðir Æsir frá Efri Hrepp og móðir Virðing frá Birkihlíð. Aldís keppir fyrir hönd Dreyra
og hér hún komin í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, hér klárar hún Aldís og Elja, þökkum ykkur kærlega fyrir, þá má Svala Björk ríða í braut og í uppbytunarhring á Sigursteinn Ingi að koma. En einkunnir að koma hér fyrir Aldísi og Elju, þær eru 8,47, 8,45, 8,35, 8,45 og 8,48, það gerir 8,44 og það er 7. sætið eins og er. Hér kemur Svala Björk Hlynsdóttir, sýnir okkur Eindísi frá Auðsholtshjálegu 10 vetra brúna, faðir sproti frá Enni og móðir Terna frá Auðsholtshjálegu. Svala keppi fyrir hönd Sleipnis og hér hún komin í braut, vertu velkomin Svala og gjörðu svo vel.
Já, hér klárar hún Svala Björk og Eindís, við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Sigursteinn og Hrynjandi ríða í braut og Emilía Íris að fara í uppbytunarhring. Og einkunnir fyrir Svölu og Eindísi eru 8,50, 8,43, 8,42, 8,58 og 8,57. Það gerir 8,50 í meðalengun og það annað sætið eins og En hér erum við að fá næsta knapa í braut. Það hann Sigursteinn Ingi Jóhannsson. Sýnir okkur hann Hrynjanda frá Geysisholti 7 vetra rauð stjörnóttan. Faðir Hrannar frá Flugumýri 2 og móðir Gleði frá Dalsholti. Hann Sigursteinn keppir fyrir hönd Spretts. Hér hann kominn, vertu velkominn og gjörðu svo vel. Já, hér klárar hann Sigursteinn Ingi og Hrynjandi, við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð ríða í braut og hún Jóhanna Lea að fara í uppbytunarhring. Eftir að staðfesta. Já, einkunnir fyrir Sigursteinn og Hrynjanda eru 8,47, 8,53, 8,38, 8,43 og 8,28, það gerir 8,42, það 11. sætið eins og En þá hún komin hér, hún Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð, hún ætlar að sýna okkur hana drift frá Strandarhöfði, hún 11 vetra rauð stjörnótt,
Faðir Stæll frá Miðkoti og móðir Fiðla frá Höfðabrekku. Emilía keppir fyrir hönd Fáks og hér hún komin í braut, vertu velkomin og gjörði svo vel. Hér klárar Emilía Íris Ívarsdóttir Samsteð og hún drift frá Strandarhöfði. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og þá má Jóhanna Lea ríða í braut og Emilía Ösp að vera tilbúin. En einkunnir fyrir Emilíu Írisi eru 7,97, 8,13, 8,23, 8,17 og 8,0. Það gerir 8,10 í meðalengun. Næsti knapi hún Jóhanna Lea Hjaltadóttir. Jóhanna sýnir okkur hana hörpudömu frá Gunnarsholti, 14 vetra rauð blesótta. Faðir Glóin frá Halakoti og móðir Góla frá Gunnarsholti. Hún Jóhanna Lea keppir fyrir hönd Fáks og hér eru þær komnar í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel.
Já, hér klárar hún Jóhanna Lea Hjaltadóttir og Harpa Dama frá Gunnarsholti. Þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Emilía Ösp ríða í braut og Elísabet Emma, hún á að fara í uppbytunarhring. Og Jóhanna, má ég biðja þig að kíkja við í fótaskoðun á leiðin út. Einkunnir fyrir Jóhannu og Hörpu eru 8,35, 8,38, 8,37, 8,43 og 8,33, það er 8,37 í meðalengun og það er 14. sætið. Og hér er að koma næsti knapi, það er Emilía Ösp Hjálmarsdóttir. Hún ætlar að sýna okkur Frið frá búlandi 19 vetra Jarpan, faðir er Dalvar frá Auðsholtshjáleigu og móðir er Kengála frá Brattavöllum. Hún Emilía Ösp keppir fyrir hönd Geysis og er komin hér í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Hér klárar hún Emilía Ösp og Fríður, þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Elísabet Emma ríða í braut og Ása María að fara í uppbytunarhring.
Og einkunnir fyrir Emilíu eru ekki alveg komnar, við erum að bíða eftir þeim ennþá. En næsti knapi að koma hér í braut, það hún Emilía Ösp Hjálmarsdóttir, það hún Elisabeth Emma Björnsdóttir, sýnir okkur aðgátt frá Víðivöllum fremri 17 vetra brúna. Það Gaumur frá Auðsholtshjáleigu og móðir Varða frá Víðivöllum fremri. Hún Elisabeth keppi fyrir hönd Fáks. Hér einkunnir fyrir Emilíu og Frið, það 7,13, 7,12, 7,65, 7,45 og 7,20. Það gerir 7,31. En Elisabeth Emma, gjörðu svo vel, þú mátt hefja þína sýningu. Já, hér klárar hún Elisabeth Emma og aðgátt, við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Ása María ríða í braut og Svandís Svava að fara í uppbytunarhring. Og við bíðum eftir einkunnum fyrir Elisabetu og á meðan ætla ég að kynna næsta knapa, það hún Ása María Hansen, sýnir okkur kraflar frá Grenjum, hann 11 vetra grár, það Kiljan frá Steinnesi og móðir Hugmynd frá Grenjum. Og hún keppir fyrir hönd Harðar og komin hér í braut, vertu velkomin, en einkunnir fyrir Elisabetu eru 7,97, 7,73, 7,70, 7,820 og 8,10, það gerir 7,94.
Hér klárar Ása María Hansen og kraflar frá Grenjum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Ég ætla að minna á það pulsupartí hér fyrir framan reiðhöllina hjá okkur hér í hádeginu fyrir knappa. Að gera að koma og næla sér í pulsu. Það verða einhverjir sem ætla að grilla fyrir ykkur, þannig að kíkið endilega við. Nú við eigum eftir að sjá hér 7 knappa í viðbót í þessum barnaflokki gæðinga. Næsti knappi hér í braut hún Svandís Svava Halldórsdóttir. Gjörðu svo vel Svandís, hún mátt ríða í braut og Caritas að fara í uppbytunarhring. Einkunnir fyrir Ásu eru 7,10, 7,08, 7,10, 7,55 og 7,12 og það gerir 7,19. Þá hún Svandís Svava Halldórsdóttir að ríða í braut. Hún ætlar að sýna okkur fleyg frá Snartartungu, 8 vetra rauðblesóttan. Faðir flygill frá Stóra Ási og móðir Sigurrós frá Söðulsholti. Hún Svandís keppi fyrir hönd Borgfirðings. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, hér klárar hún Svandís Svava og fleygur frá Snartartungu. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og má ég biðja þig, Svandís, að kíkja við í fótaskoðun á leiðin út. Takk. Þá má næsti knappi, hún Caritas Fjellsteð, ríða í braut og Oliver Síren fer í uppbytunarhring. Og ég ætla að minna á að það verður hérna pulsupartí fyrir framan reiðhöllina á eftir í matarhléinu. Endilega að koma, það pulsupartí fyrir knappa og við hinn getum örugglega nælt okkur í eina pulsu.
En þá komið að næsta knapa, það hún Karítas Fjellsteð. Hún ætlar að sýna okkur polka frá Ósi, hann 13 vetra brúnn, faðir frakkur frá Langholti og móðir Hrönn frá Ósi. Hún Karítas keppi fyrir hönd Borgfirðings og hér hún komin í braut, vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, glæsilegt. Þetta var hún Karítas Fjellsteð og polki frá Ósi. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má næsti knapi, hann Oliver Siren, ríða í braut og Viktoría Huld að fara í uppbytunarhring. Já, við bíðum eftir einkunum fyrir Karítas, en ég ætla að kynna næsta knapa inn á meðan við bíðum. Það hann Oliver Siren Mattíasson, hann sýnir okkur hann Glæsi frá Traðarholti 10 vetra brúnan, faðir Pistill frá Litlubrekku og móðir Glóð frá Hömluholti. Hann Oliver keppi fyrir hönd Fáks og mættur hér í braut, vertu velkomin Oliver og gjörði svo vel. En einkunir fyrir Karítas eru 7,30, 7,37, 7,33, 7,73, afsakið þú 7,52, það gerir 7,45.
Hér klárar Oliver Síren Matthíasson og Glæsir frá Traðarholti, við þökkum ykkur kærlega fyrir. Þá má Viktoría Huld ríða í braut og í uppbytunarhring á Aron Einar að koma. Einkunnir fyrir Oliver og Glæsi eru 8,07, 8,18, 8,15, 8,10 og 8,07 og það gerir 8,11. Hér að koma Viktoría Huld Hannesdóttir. Hún Viktoría sýnir okkur hann Þin frá Enni. Hann 13 vetra brúnn. Faðir Eldur frá Torfunesi og móðir Sending frá Enni. Hún Viktoría keppi fyrir hönd Geysis og hér eru þau komin í braut. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Já, hér klára þau Viktoría Huld Hannesdóttir og hann Þinur frá Enni. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Nú við eigum eftir að sjá 2 knapa hér í viðbót í þessum barnaflokki gæðinga. Og næstur inn þá Aron Einar Ólafsson. Gjörðu svo vel Aron, þú mátt koma í braut og Jón Guðmundsson að fara í uppbytunarhring. Og ég minni á að hér í hádeginu verður pulsupartí fyrir knapa. Fyrir framan Rauðhöllina. Endilega kíkja á það. Og einkunnir fyrir Viktoríu og Þin eru 8,57, 8,85, 8,72, 8,83 og 8,83. Þetta gerir 8,76 í meðalengun og það efsta sætið eins og
En hér kemur Aron Einar Ólafsson, sýnir okkur eld frá Lundi, 8 vetra rauð stjörnóttan. Faðir Jarl frá Árbæjarhjáleigu 2 og móðir Maístjarna frá Lundi. Aron Einar keppi fyrir hönd Geysis og mættur í braut, vertu velkominn og gjörðu svo vel. Já, hér klárar Aron Einar Ólafsson og eldur frá Lundi. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og ég ætla að biðja þig, Aron, að kíkja við í fótaskoðun á leiðinni út. En við eigum eftir að sjá einn knapa í viðbót. Það er Jón Guðmundsson. Gjörðu svo vel, Jón, þú mátt ríða í braut. Og svo að þeirri sýningu lokinni þá tökum við matarhlé og það er pulsupartí hér fyrir knapa og endilega kíkið á það, knapar góðir. Og svo er dagskráin þannig að við hefjum svo dagskrá aftur 12:40 á úlingaflokki gæðinga. En við erum að bíða eftir einkunum fyrir Aron Einar og eld. Minna knapa á sem eru með fleiri en 1 hross í úrslitum að láta okkur vita hér í dómpalli sem allra fyrst með hvort hrossið ætli að mæta. Af því að það er svo mikilvægt að við getum unnið okkar vinnu hér til þess að upplýsa þá knapa sem detta inn og annað. Þið kunnið þetta allt saman. Byttu nú við, hér eru að koma einkunnir fyrir Aron. En þær eru 8,42, 8,57, 8,57, 8,55 og 8,35. Það gerir 8,49 og það er 4. sætið eins og er. En síðasti knapi í braut, gjörðu svo vel, það er hann Jón Guðmundsson. Jón sýnir okkur pappastelpu frá Ásmundarstöðum 3, hún er 10 vetra brún. Faðir er Adam frá Ásmundarstöðum og móðir er ömmustelpa frá Ásmundarstöðum 3. Jón keppi fyrir hönd Geysis og hér kemur hann ríðandi í braut.
Og þegar hann hefur lokið sinni sýningu þá tökum við matarhlé og eins og ég búin að segja þá verður pulsupartí hér fyrir framan. Og gjörðu svo vel Jón. Já, hér klárar síðasti knapinn okkar hér í braut, hann Jón Guðmundsson og pappastelpa frá Ásmundarstöðum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir. Nú tökum við matarhlé, hefjum aftur dagskrá eftir klukkutíma eða 20 mínútur í 1 og þá það úlingaflokkur gæðinga. Einkunnir fyrir Jón eru 8,32, 8,50, 8,48, 8,43 og 8,42 og það gerir í meðalengun 8,43 og það 12. sætið og við erum með 15 knapa hér í úrslitum. Nú, við erum með nokkra knapa hérna sem eru með fleiri en eitt hross í úrslitum og eins og alltaf, kæru foreldrar, eru þið til í að láta okkur vita sem allra fyrst hvernig, með hvort hrossið þau ætla að mæta. En staðan þá þannig að Viktoría Huld og Þinur þau leiða með 8,76, Viktoría einnig í öðru sæti meðan Steinar með 8,62, þá það Svala Björk og Indís með 8,50, Aron Einar og Eldur, þeir eru með 8,49 og Aron Einar og Kræin eru með 8,48. Þá það Svandi Svafa og Nína með 8,47, Brianna og Magni 8,46 og Helgi Hrafn fer þá upp í A-úrslit og Elsa með 8,46 og með sýnist hún Sigríður Elva og Muni líka. Ég ætla að biðja ykkur að fylgjast rosalega vel með á Horstey. Þetta allt hérna í vinnslu en þá líta sem sagt sýnist mér B-úrslitin út þannig að Helgi Hrafn efsturinn. Sagði ég það ekki, Sigríður Elva og Muni, þá það Aldís Emilía og Elja Hrafnar Freyr
og Heiðar, Jón og pappastelpa Gabriela og Bjartur, Sigursteinn og hrynjandi Guðrún Lára og strengur og þá detta líklega inn Valdís Mist og Jóhanna af því að það eru 2 knapar með 2 hesta í A-úrslitum og ég get ekki ítrekað það nógu mikið að þið látið okkur vita sem allra fyrst. En Sóley Möller kveður hér í dag, hlakka til að sjá okkur aftur á morgun, verið sæl.